Já, ég er 0-0 inn í Laugardalnum, bara fyrstu viðbrögð eftir leik. Ég er bara ánægður með margt og bara vonsvikinn hafi ekki náð að skora. Þróttur fékk sín færi sjálfsögðu líka en mér fannst nú að við hefðum átt að ég held að það hefði allavega enginn verið verulega hissa ef við höfum unnið þennan leik. En svona var þetta, bara hörkuleikur, bara jafn og spennandi og bara nokkuð gaman að þessu. Náttúrulega fáið skell í síðasta leik, ertu ánægður með þennan leik sem svarið því? Já og nei, þetta er náttúrulega allt bara sjálfstæði leikir. Við fengum skell í 45 mínútur og vitum að það á ekki að skilgreina hvað við erum eða hvernig tímabilið okkar er og þar vorum við bara flengd rækilega af liði sem er að sækjast eftir gulli og var bara á flugi í 45 mínútur og sennilega ekki spurning hvernig þessi deild endar ef að ná því upp aftur. En fyrir okkar stelpur þá bara finnst mér það gera þetta vel að keyra hérna suður í morgun, stökkva bara í gallann og gera sér klárar og berjast fyrir félagið sitt og það er þreyta og þetta er langt síðan við byrjuðum mótið og allt þetta gamla tuggan, þannig að ég ætla bara að segja að ég sé mjög ánægður með mína leikmenn í dag, hvernig það spiluðu leik. Það er svona mót eftir tvískiptingu, hvernig svona birtist þetta þér? Er þetta svona á pari sem þið voruð að búast við eða voruð að kannski búast við aðeins fleiri stigum? Ég held að við höfum ekkert búist við neinu sérstaklega, ég meina það er bara sama sagan og fyrir skiptingu, við töpum fyrir Val og Breiðablik og þær eru svolítið, þau liðir á síðastalli. 4 stig úr hinum 2 leikjunum, það verður bara að duga því að þetta eru bara sterk lið, þessi liði eru hlutfærum bara verulega sterk. Hvernig er svona að mótiveita leikmennina á þessum tíma móts? Það er svona lítið undir nema bara stoltið, er eitthvað erfiðara en venjulega, er þetta bara sama gamla sagan? Ég dáist að leikmönnunum og ég veit að í grunninn að þá eigum við öll sem erum í fótbolta að njóta þess að spila hvern einasta leik og spila fyrir liðið okkar og hafa alltaf gaman og vilja keppa og vilja ekki tapa og þetta á að vera einfalt. En þegar að október er handað við hornið og við keyrum í gegnum slabbið á leiðinni í 0 gráðum og ekkert í rauninni svona til að sækja. Við erum ekki að sækja gull og greipar gull í greipar eins eða neins þannig að ég dáist að hvað mér finnst að ná að rífa sig upp og gera sig klárar í þetta allt saman en þannig eru það bara og þannig eiga það líka að vera. Þið farið í að úrslita leikum 3. sætis og sem gefur ekki neitt nema stolti. Ég gerir ráð fyrir að þið farið inn í næsta leik og ætlið að vinna Víkinga og taka þetta 3. sæti. Já, fyrst og fremst held ég að sé bara að við töpum fyrir þeim síðast og við þurfum að svara fyrir það. Svo bara það sem fylgir í kjölfarið er að við verðum bara áfram í sætinu sem við höfum verið í mjög lengi og bara gerum við upp eftir þann leik, hvernig okkur finnst tímabilið. Ég held að sé erfitt að rósa alltaf við tímabilið. Báðir leikirnir í þessu Víkings Þór Káa rimmu í sumar hafa unnist hjá útiliðinu, þið ætlaði væntanlega að breyta því í lokaleik. Já, hvað gerist þá? Er þá jafntefli í síðasta? Víkingur eru bara með hörkulið og þær eru bara það spila bara vel og það er kraftmikli leikmenn í þessu og bara þetta verður hörkubarátta og ég veit að John hann ætlar ekkert að gefa eitt eða neitt, hann er mjög gráðugur einstaklingur og hann ætlar að komast upp fyrir okkur í 3. sæti. Við þurfum að okkar verk að koma upp fyrir það.